Í dag ætla ég að nýta flugu sem að lætur lítið fyrir sig fara, að lítið yfir sér. Þetta virkar við fyrstu sýn sem ósköp venjulegur og klassískur kúluhaus sem hún vissulega en það eru þó lykilatriði sem að vert að hafa í huga ef á að nýta fluguna rétt. Og þessi fluga heitir Breiðan og eftir Sigurð Kristjánsson sem er einn af okkar allra öflugustu flugunýturum og hann gaf mér góðfúslegt leyfi til þess að nýta fyrir ykkur þessa flugu. Ég og Siggi veiðum mikið saman og erum svo má segja á sömu blaðsíðunni þegar kemur að veiði. Við höldum okkur aðalega við silunginn og í fyrsta skipti sem ég komst í kynni við þessa flugu var þegar að Sigurður tók hana með sér og vorum að fara upp í Veiðivötn og fórum í Breiðavatn eins og svo oft áður. Þar stóðum við hlið við hlið og veiddum og töluðum lífið og tilveruna og það skemmst frá því að segja að Siggi pakkaði mér gjörsamlega saman. Hann var með breiðuna undir meðan ég var með þessar klassísku silungaflugur, grókinn og píkokk og hvað þetta allt saman heitir. En Siggi, eins og ég segi, hann veiddi mig í kaf. Krókurinn sem ég ætla að nota frá Arex og heitir F2541 og eitt af þessum lykilatriðum sem ég nefndi í byrjun kúlan. En kúlan á þessari flugu tungsten. Og það kannski ekki mikið notað í vatnaveiði, tungstenkúlunar. Kannski frekar í straumvatnsveiðinni. En ástæðan fyrir því að Sigurður setur tungstenkúlu að með því að nota tungsten þá getur hann haft kúluna minni. En ella ef hann væri með brasskúlu vegna þess að tungsten sjálfsögðu töluvert þyngra. Og þannig helst prófíllinn á flugunni grannur og fallegur. En það jú alltaf það sem við erum að leitast eftir þegar við erum að nýta þessar pöddur. Það rauður þráður og þráðurinn sem ég að nota 10.0 frá Vífus. Og eins og ég segi, þá leggur höfundur áherslu á prófílinn á flugunni og hafa hann eins grannan og mögulegt Búkefnið, það enn ein klassíkin. Það brúnt vínilribb. Þetta stærð sem heitir midge og mjög grönn og þannig á það að vera. Og eins og við líklega vitið þá þetta vínilribb flatt öðrum megin og rúnað hinum megin. Og við ætlum að hafa flata hlutana, flötu hliðina niður. Þegar ég nýti vínilribb í flugur þá nýti ég það aftast. Það má sjálfsögðu nýta það hérna eftir öllum leggnum en þá erum við að fórna svolítið af sverleikanum. Og við minni stjórn á hversu mjór prófíllinn Ef það einhver stubbur hérna eftir þá klippum við hann. Ef við náum hann ekki, bara setja okkur við það. Nú við vefjum þétt. Skemmtilegt hljóðið alltaf. Alveg upp að kúlunni. Festum það niður. Það má sjálfsögðu setja lakk undir ribbið eða tónatak. Það kemur ekki að sök og hjálpar flugunni eflaust að endast lengur. Svona. Tryggjum það aðeins betur. Nú, síðasta efnið sem við nýtum inn dubb og þetta
laxableikt sparkle dub og það lykilatriði. Ég hef nýtt þessa flugu þegar ég var að reyna að herma eftir hún Sigga. Þá átti ég bara dub sem var alveg eiturbleikt en það var ekki málið, það virkar ekki. Fölbleikt skal það vera og það heitir laxableikt eða shrimp pink eða eitthvað í þeim dúr. Nú kræin á að vera frekar nettur þannig að við reynum að gera eins snirtilega núðlu og við komumst upp með. Svona. Og áður en við nýtum endahnútinn ætlum við að byggja upp örlítinn hotspot hérna með þræðinum og láta glitta aðeins í hann. Svona. Nú, áður en ég geri hnútinn finnst mér gott að setja smá lakk á þráðinn. Það var hún klár. Þegar þessi fluga hefur verið veidd nokkur sinnum og tekið nokkra fiska þá vill dubbið fara að losna og flugan verður eilítið loðnari. Það kemur ekki að sök og flugan alls ekki ónýtt og það gerist. Hún veiðir alveg jafn vel. En Breiðan eftir Sigurð Kristjánsson tilbúin og klár í boxið. Takk fyrir mig.